Hjalti, hörkuglíma hérna í kvöld á löngum köflum eins og í þriða og virtustu vera að ná undir tökunum. Sprunguð þið kannski bara á liminu eða vantaði lungu í að klára? Nei, ég held nú ekki. Við róturum bara þokkalega og jú, kannski var Hörður aðeins þreyttur en að öðru leyti held ég að menn hafi nú verið þokkalega sprækir sko. En ég óskaði bara eftir frammistöðu í þessu leik og ég meina auðvitað hefði maður vilja vinna leik og allt það en við sýndum karakter og við sýndum vilja og við sýndum ákveðin gæði og bara það sem ég hef búin að vera óska eftir í svolítið tíma og það er bara jákvæmt. Ólafur Ingi og Halldór í kvöld, hörku frammistaða? Já, ég meina þeir eru búin að vera flottir og þeir leggja bara sig alltaf 110% fram og þeir eru með alveg eiga það og Dóri náttúrulega bara að vera frábær undanfarið og Óli hefur aðeins verið að glíma meiðsli en byrja náttúrulega tímabilið frábærlega og hefur verið svona að koma tilbaka aftur núna. Hérna undir lokin, þá verður smá upp að koma og þeir senda Hörð út úr húsi. Getur eitthvað tjáðið hvað átt sér stað hérna þegar þessi dómur féll? Nei, sko, Hörður vildi villu hérna, það var klárlega villa en þeir hérna var sleppinni. Svo fyrir náttúrulega Hörður bara eftir leikinn og ég bara sé það ekki nógu vel en þeir segja að hann hafi gargað eitthvað á dómarann og Davíð ákveður að henda á hann brottrekstur. Það geti reynst dýrkeypt enda engin smá sería sem þeir eru á leiðinni inn í gegn Tindastól. Ég ætla bara að vona það að menn horfi svona aðeins til hliðar og stíði valið þetta í jörðu og leyfi mönnum að spila í play-offs. Mér finnst nú fáránlegt að auðvitað menn eru heitir og allt það og sérstaklega eftir Njarðvíkurleik að menn fá sér ekki að spila næsta leik, það þætti mér rosalega dapurt. Ég held ég á leiðinni inn í þessa seríu á móti Stólunum. Hvernig blasa þeir við þér svona í augnablikinu? Ég meina við þurfum bara að fara að skoða. Ég hef ekkert séð að spila síðan að Pavel tók við þeim, þannig að ég er bara fyrir að skoða bara strax í kvöld og allan daginn á morgun og ég skal svara á morgun. Takk fyrir spjallið, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk.